Já, góðan dag kæru áhorfendur og áheyrendur. Við hjartanlega velkomin á þessa stund í dag. Í dag langar mig aðeins til þess að vera með svona stutta hugleiðingu út frá hugsunum okkar. En fyrst þá skulum við heyra aðeins úr orði Guðs. Ég ætla að lesa hérna úr Jesaja 55, kapli 55, 8. til 9. vers. Og það fjallar einmitt hugsanir Guðs og hugsanir okkar og þar segir Jesaja spámaður: Já, mínar hugsanir eru ekki yðar hugsanir og yðar vegir ekki mínir vegir, segir Drottinn. Heldur svo miklu sem himinin er hærri en jörðin, svo miklu hærri eru mínir vegir yðar vegum og mínar hugsanir yðar hugsunum. Og þegar ég var að lesa þennan texta þá fór maður óneitanlega að hugsa, hverjar eru hugsanir Guðs og hverjar eru mínar hugsanir, og getum við lært að þekkja hugsanir Guðs? Snýst það ekki það að eiga þetta samband við Guð, þannig að við getum farið eftir hans leiðbeiningum og gengið þann veg sem hann hefur fyrirbúið okkur í lífinu? Ég held það, þannig að þetta eru svona orð sem tala sterkt inn í þennan tíma til okkar og kem að því betur og eftir, en við skulum biðja. Heilagi himneski Faðir, við lofum þig fyrir þennan dag. Þakka þig fyrir það að við getum átt samfélag Drottinn hér á þessum vettvangi, hérna í gegnum ljósvakamiðla Drottinn og nýtt okkur tæknina. Þakka þig fyrir það, Drottinn, að við getum átt samfélag saman þó að við höfum ekki getað mætt í kirkjuna, Drottinn. Þakka líka fyrir orðið þitt sem er eilíft. Viltu hjálpa okkur til þess að skynja og skilja hugsanir þína, Drottinn? Viltu hjálpa okkur til þess að þekkja veginn þinn, Drottinn? Og að við getum borið gæfu til að fara þann veg sem að þú vilt, Drottinn. Hjálpa okkur til þess að tengjast þér betur, hlusta eftir rödd þinni og fyrirmælum og fara eftir þeim, Drottinn. Þannig sýnum við trúmennsku og lærum að treysta þér, Drottinn. Kenndu okkur að þekkja hugsanir þínar. Þess biðjum við í Jesú nafni. Amen. Þetta hefur svo sannarlega verið tími undanfarið til þess að hugsa, og ég fór að velta fyrir mér þessu merkilega fyrirbæri hvernig hugsunin er. Og þegar ég var að lesa þessi orði í Jesaja, að velta því fyrir mér hvort að hreinlega þá hefur Guð meiri áhuga á því að breyta hugsunum okkar heldur en að breyta kannski kringumstæðunum. Og akkurat einmitt í dag þá Guð gæti verið að segja við þig eitthvað á þessa leið: gættu að hvað þú hugsar, því að líf þitt mótast af hugsunum þínum. Ég þekki það sjálfur og ég held að við öll könnumst við það. Við viljum að Guð taki burt öll vandamál okkar, það ekki? Bæði verki og þjáningu og sorg. En ég trúi því og vil meina það að Guð vilji fyrst og fremst vinna í okkur og hjálpa okkur til þess að breytast og lifa eftir orði sínu. Páll segir í Rómverjabréfinu: hegðið yður eigi eftir öld þessari, heldur takið háttaskipti með endurnýjun hugarfarsins, svo að þér fáið að reyna hver sé vilji Guðs, hið góða, fagra og fullkomna. Þannig að ef við höfum jákvætt viðhorf og jákvæða hugsun gagnvart orðinu og gagnvart trúnni og kirkjunni, að þá fáum við að reyna hver er vilji Guðs. Þetta finnst mér mjög mikilvægt. Og ég trúi því að það muni engin breyting verða á lífi mínu eða þínu fyrr en við endurnýjum hugan og hugsanir okkar byrja að breytast. Og af hverju segi ég þetta? Jú, af því að hugsanir, þær fela í sér mikinn kraft. Þær hafa gríðarlega mikið vægi til þess að móta líf þitt, hvort heldur það er þér til góðs eða til ills. Og við getum tekið sem dæmi að þú getur hafa trúað einhverju lygi sjálfa þig eða sjálfan þig, sem var einhver lygi sem var töluð inn í lífið þitt þegar þú varst að alast upp, eins og bara þú ert hálfviti eða þú ert einski snýtur.
þú skiptir ekki máli og það þarf ekki einu sinni að hafa, þessi orð þurfa ekki einu sinni að hafa verið viðhöfð, heldur það er líka hægt að senda þessi skilaboð í gegnum tjáningu og líkamstjáningu og svipbrigði og tón í rödd, þannig að það er mikil ábyrgð að ala önn fyrir börnum og það er mikil ábyrgð að ala upp barn og það er svo auðvelt að misskilja hlutina. Þannig að ef þú hefur fengið þessi skilaboð á einhverju tíma að þú værir lítilsverði eða værir hálfdrættingur eða bara hálfviti eða einskis nýt eða nýtur og ef það var síendurtekið og þú hefur tekið við þessari hugsun sjálfa eða sjálfan þig, þó svo það hefur í lígi, þá hefur þetta mjög líklega móta líf þitt að miklu leyti. Góð aðferð til þess að fara vel og vandlega með lífið sitt, það er að íhuga vel hvernig við hugsum, hvernig þú hugsar, vegna þess að sumar hugsanir eru einfaldlega góðar og aðrar ekki. Til dæmis kæruleysislegur hugsanir leiða til ábyrgðarleysis. Og þetta er ein ástæða þess að við verðum úrvinda og bara uppgefin. Og ég vil meina það að það fari fram orusta í huga okkar bara 24 tíma sólarhringsins. Og samkvæmt orðinu þá er það Satan sem að reynir að ráðast á hugan og gera huga okkur óvirkan þennan mikilvæga eiginleika sem við höfum, sem aðskilur okkur frá öðrum dýrum, þessa skapandi hugsun, þína skapandi hugsun sem þú hefur. Og það er þannig sem að hinn illi reynir að læðast aftan á okkur. Hann læðir inn blekkingum, lygum, ranghugmyndum lífið og tilveruna og sjálfan þig. Og hann vill að þú einblínir á neikvæðar og eyðileggjandir hugsanir sem að leiða þig frá kærleika Guðs og gæsku hans og góðvild. Og baráttan, kæru vinir, hún getur orðið lamandi og dregið úr okkur allan lífsmátt. Og ég er ekkert undan þegin hvað þetta varðar. Ég las það einhvers staðar að meðalmaðurinn, svona meðalmaður eins og ég, hugsar 50.000 hugsanir á dag. 50.000 hugsanir á dag. Og hann þarf að taka 300 ákvarðanir á hverjum degi, sérhver dag. Og þess vegna er gott að átta sig á því hvað hugsanir okkar skipta miklu máli. Þær hafa bara gríðarleg áhrif á allt okkar líf, jafnt í starfi sem leik. Og með tímanum þá hafa dagarnir okkar orðið að bara samansafni einhvers konar hegðunarmynstra sem erfitt er að breyta. Hegðun ræðst af líðan okkar og líðan okkar ræðst af hugsunum okkar. Jákvæð hugsun leiðir þar að leiðandi til góðrar líðunar sem leiðir síðan aftur til jákvæðrar hegðunar. Það er til ótal rannsóknir sem að styðja þetta. Og í heimi þar sem að við þurfum að leika mörg hlutverk samtímis, þá erum við að reyna að koma stundum of miklu í verk, ekki sammála því. Og þegar við erum ofhlaðin verkefnum þá förum við að finna fyrir þessari streitu og vanlíðan og jafnvel sektarkennd og óhamingju yfir stöðu okkar vegna þess að okkur skortir yfirsýn, okkur skortir skýrari markmið, okkur skortir sjálfsaga til þess að forgangsraða og greiða úr og þessa ákveðni til þess að forgangsraða. Og ég þekki þetta allt, þessi átök. En spurningin sem að brennur á vörum okkar allra þá hér í dag, hver er lausnin? Hver er lausnin við þessum vanda? Páll segir já, það er nú gott hvað sem hann segir. Hann segir á einu stað, hegðið yður eigi eftir öld þessari, heldur takið háttaskipti með endurnýjun hugarfarsins, svo þeir fáið að reyna hver sé vilji Guðs, hið góða, fagra og fullkomna. Og
þetta eru mögnuð orð sem tala inn í akkurat þetta sem við erum að fjalla í dag. Þannig að lykillinn að þessari lausn sem ég var að tala er að breyta hugsun okkar í daglegu lífi, sem leiðir síðan af sér breyta hegðun, svo að hvert starf, hver atburður í lífi okkar og aðgerð færir okkur nær markmiðum okkar og færir okkur nær draumunum okkar og þrám. Og við erum að tala kæru vinir, hið lifandi orð Guðs, lifandi orð. Lífsgæða kapphlaupshjólið sem ég vil kalla sem svo, það hefur verið að mestu leyti á pásu núna, eða svona pásustillingu undanfarna 2 mánuði. Þannig að mér hefur gefist góður tími til að hugsa. Og eitt skipti þá tók hugurinn mig svona aftur til bernskunar þegar ég átti eitt sinn hamstur. Og hann hafði það var svona hlaupahjól í búrinu hjá honum sem hann fór á og hljóp á í tíma og ótíma. Og ég satt stundum og horfði á hann og velti ég fyrir mér hversu tilgangslaust þetta væri. Velti ég fyrir mér hvað í rauninni hann væri heimskur. En hver veit, kannski var hann bara að fá sér hreyfingu sem holl og góð og nauðsynleg. Þannig að hugsanlega var hann bara ekki alveg eins heimskur eins og ég hélt. Það var þá einhver annar sem var hlaðinn fordómum eða einhverri forheimsku. En hvað hamsturinn? Það er að mörguleyti hægt að heimfæra þessa mynd af hamstrinum upp á okkur mannfólkið. Hlaupandi á lífshjólinu og við hættum ekki fyrr en við erum orðin þreytt og við leggjumst fyrir. Og hin endanlega þreyta þegar lífi okkar jarðneska lífi líkur hér á þessari jörð og við leggjumst fyrir endanlega. Allt þetta streit og álag getur komið okkur á þann stað. Viljum við að líf okkar sé þannig? Ég held ekki. Og eins og ég sagði, ég hef sjálfur verið þarna, hlaupandi á neyslu og efnishyggjuhjólinu út í eitt, líkt og hamsturinn forðum daga, án þess að hugsa hversu gott það væri fyrir mig. Og líka án þess að hugleiða hvaða öfl það eru sem að knýja þetta lífshjól áfram. Þetta lífsgæða kapphlaupshjól. Hvað knýr það áfram? Og eftir á að hyggja hef ég látið einhverju leyti stjórnast að þessum öflum. Ég held að vestræn ríki séu einmitt byggð upp á því að neysla og efnishyggja knýi hjól tilveru okkar áfram. Hjól hamstursins. Og þetta er kallað á svona fínu máli, þá er þetta kallað auka framlegð, hagsæld allra þegna þjóðfélagana. En við sjáum það enga síður að það er margt fólk sem býr ekki við þær allsnægtir sem þjóðfélagi gefur af sér. Hugsið ykkur það. Það er misskipting tekna og misskipting auðs. En það sem mér er að vera ljóst meir og meir eftir því sem árin líða, að það sem er mikilvægast í lífinu, það er að byggja líf sitt á gildum og markmiðum. Gildi sem þú lifir eftir og eru ófrávíkjanleg. Þau segja meira til það hver þú ert heldur en hvað þú gerir. Því að það sem þú ert sprettur fram á sjálfu sér. Við getum tekið sem dæmi heiðarleiki, hógværð, traust, fyrirgefning, gæska, góðvild, sjálfstjórn, friður, þolinmæði og kærleiki, svo eitthvað sé nefnt. Og þetta er allt gildi. Og markmið og gildi eru í rauninni áttavitin sem segir þér hvenær þú átt að segja já og hvenær nei við áreitum eða ákvörðunum sem þú þarft að taka á hverjum degi og líka þeim spurningum sem leita á þig sér hver dag. Það er að segja þeim hugmyndum eða hugsunum sem leita á þig. Og góður maður sem sagði það er aldrei nægur tími til að gera allt, en það er nægur tími til að gera mikilvægustu hlutina. Þannig að við þurfum þekkja og vita hverjir eru mikilvægustu hlutinir í okkar lífi. Ég held að flest okkar séum í rauninni hrædd við breytingar. Og við viljum helst ekki bara hreyfa okkur úr hreiðrinu eða fara út úr búrinu sem hamsturinn er í. Fara af hlaupahjólinu okkar. Og það á
svona mannlegu máli þá getum við sagt að það sé að stíga út fyrir þægindaramman. Okkur finnst gott að leita í öryggi, við erum alltaf að leita í öryggi og við erum alltaf að búa okkur í haginn og fólk hefur þessa tilhneigingu og við höfum séð það einmitt núna í byrjun þessara tíma sem við erum í núna, mitt í núna, í þessari COVID tímum að fólk fór að hamstra og það er svona, verður svona hjarðhegðun og við erum alltaf að tryggja öryggi okkar, tryggja afkomu okkar. Þannig að við erum ekkert vola tilbúin til þess að stíga út fyrir þægindaramman. En eins og ég sagði þá eru hugsanirnar sem að ákvarða hvernig þér líður og tilfinningar þínar ákvarða viðbrögðin. Það er að segja gjörðir. Og til þess að geta breytt aðstæðunum í lífinu, þessum aðstæðum sem að kannski þér finnst hamlaðir á einhvern hátt, þá er besta leiðin til þess að breyta hugsun og viðhorfi. Og þá getum við spurt, hvernig getum við varðveitt hugsanir okkar? Hvernig getum þú og ég varðveitt hugsanir okkar í dag? Hvernig getum við meðtekið jákvæðar og bjartsýnar og vonaríkar hugsanir, óháð aðstæðum og kringumstæðum? Páll segir í síðara Tímóteusarbréfi 1. kafla 13-14 versi og ég ætla að enda á þessu. Þar segir Páll þessi mögnuðu orð. Hann skrifa til Tímóteusar. Hvetja hann áfram og byggja hann upp. Og ég trúi því að þetta sé orð til okkar í dag frá Guði og lífsins bók. Það segir: stattu stöðugur í þeirri trú og þeim kærleika sem veittist í Kristi Jesú. Varðveittu hið góða sem þér er trúað fyrir með hjálp heilags anda sem í oss býr. Falleg loka orð hér í dag og við ætlum að láta ritninguna eiga þetta síðasta orð. Mér langar til þess að við svona byggjum bara stutta bæn bara fyrir landinu okkar og þar erum við innifalin í þeirri bæn. Og við skulum biðja. Drottinn, ég bara lofa og þakka þér fyrir þetta land. Þakka þér fyrir þetta fallega land sem er svo ríkt af auðlindum. Drottinn, allt vatnið, heita og kalda vatnið og fegurðin og þessi ósnortna náttúra, Drottinn, og allar þær auðlindir sem við búum við, Drottinn. Allt þetta þínar gjafir. Þakka þér líka fyrir þennan gífurlega mannauð sem er að finna hér á þessari litlu eyju, Drottinn, norður í Atlantshafi. Þakka þér fyrir þann kraft og þá djörfung og það hugvit sem að býr í þessari þjóð. Drottinn, vilt þú gefa að við náum að nýta þessar gjafir og þennan auð þessa lands í þágu góðra verka, Drottinn. Viltu gefa það að þessi þjóð, við Íslendingar og þessi eyja mætti vera svona ljós í miðju norður Atlantshafinu, Drottinn, sem skilur á milli Evrópu og Ameríku. Við megum vera þetta ljós sem að varpar birtu á orðið þitt, Drottinn. Vegna þess að það eru gildi sem að við eigum að halda í heiðri og halda á lofti á öllum tímum, alla daga, Drottinn. Hjálpaðu okkur Íslendingum til þess að skilja og meðtaka orðið þitt, Drottinn. Þannig að við öll megum vera undir blessun þinni, náð og miskunn komin, Drottinn. Og viltu gefa okkur öllum sem eru að hlýða og erum saman á þessari stund í dag, viltu gefa okkur öllum góðan, gifturíkan og blessaðan dag, Drottinn. Og viltu gera stigu okkar slétta. Viltu farsæla líf okkar, hjálpa okkur til þess að setja okkur markmið og lifa eftir þessum gildum sem að þú hefur boðið okkur, Drottinn, að lifa eftir. Viltu hjálpa okkur til þess, einu og sér hverju, Drottinn, þannig að við megum sjá árangur að lífi okkar og við megum finna til gleði og hamingju en ekki tómleika og depurðar og þunglindis. Nei, við viljum lifa í ljósinu, Drottinn, og við viljum vera ljósberar þínir. Mætti svo verða, megi svo verða í Jesú nafni. Amen. Amen. Takk ykkur, kæru vinir, fyrir samverun dag.
og lifið heil.